Hvað tókstu marga hamborgara? Var þetta ekki nokkur hundruð? Við pöntum 500 og allir sem ekki búin að fara með 350 eitthvað hlis. Og það er bara rétt að byrja. Mér sýnist að við þurfum að setja bara hræðurinn í gang upp í kjötöll og panta meira. Margrét mín, hvað þurftir að skera marga tómata fyrir hamborgara? Þeir voru ekkert svo margir. Fengast þú það þessu? Nei, enga stund. Ég var í brauðinu. Hvernig geta burgararnir hækkað sig samt eftir úr 5 stjörnum? Í hvað fara þeir? Úr 5 stjörnum í? Stjörnukerfið er bara orðið úrelt, það er bara klárt. Nú erum við að tala um Michelin-kerfið, það er 3 stjörnur Michelin. Ok, sæll. Hvað er að frétta? Það er ekkert sexy sko. Einhverju síðum ekki eftir þetta, þá veit ég ekki hvað. Þú ert í góðum málum? Já, vá, Jóna Ben var að hringja, ég var að leggja á hana sko, hún er all in sko. Ok, menn við fættir að kalla þetta Böðvarshás. Nafn sem ber, já, myndi ég segja, hús sem ber fallið nafn. Og skemmtilega við til að einn aðal styrktaraði deildina Hilmar er kominn inn á leikinn, búinn að geða þessar á Hljómsveitir Borgar og ég var einmitt að semja við hann. Ég er ennþá að kynkja. Og ég var einmitt að semja við hann nýjan samning núna sem að gera okkur kleift að taka liðið alla liðið í Evrópukeppninni næsta ári og taka yfir daginn. Gera svolítið dokument á það. Hvað er Candyfossvélin? Jói, hvað er Candyfossvélin? Veit það ekki, Jói minn. Menn að tala um Bradford sem er liðsmaður og þetta velti á því hvort þessi komin í form. Er hann klár? Þetta veltur ekkert bara á Bradford. Þetta veltur að þurfa allt öðru. Þetta veltur bara á liðinu í heildsinni. Hann er bara viðbót við liðið og við erum búin að eiga hörkuleiki við án hans og við lítum á þessu viðbót. Hann er ekki að bjarga neinu. So Jason, How you doing? are we expecting some dunks tonight? As long as we get the win, man, I don't care. But yeah, I'm gonna try to give y'all some dunks. Last time I asked you, you didn't dunk for the whole second half. Am I jinxing you? No, not really. I mean, honestly, I don't really worry about getting dunked. I mean, if they happen, they happen. But I got a lot more to focus on defensively tonight and just trying to help my team win. Við sjáum það, Margrét Kara er komin í tómatana. Allir við sjáum að Blass Rocka er í glæni búning nr. 1. Menn var að spyrja hvort hann hefði komið hingað í hraðflugi með DHL frá framleiðandanum. Það passar. Var klár í gærkvöldu og bara mættur inn í morgun. Fældi í þessu. Þú hefur gengið frá öllu sjálfur eða hvað? Öllum tóllamar og öllu bara. Það er náttúrulega ekki hvað lið sem er sem hefur þessi forréttindi að eiga menn í stöðum, hásættu stöðum út allan bæ sem að bara kippa í spottana þegar það er að halda. Nei, fældi í þessu. DHL, fjármálaeftirlitið, alltaf. Herriði, Herbert, þú spilaði með Grindavík, var ekki síðan 17. Súrkál. Er þetta ekki mikið stemningsbær þegar það kemur að svona stórleikjum? Jú, ég meina Grindavík náttúrulega nú síðust ári búin að alast upp við það að vera í fremstu röð og núna er náttúrulega KR að dominata deildina og í raun og veru bara þetta season. Þannig að það sýnir sig náttúrulega bara að maður mætir 25 mínútur fyrir leik og maður fer ekki í sæti sko. Fáðu einhverja tróðslur? Nokkrar. Keep attacking them. In Crescencio, half court, we are making them foul because we're attacking the basket. Okay? Óskar, blaðamaðurinn er mættur á svæðið. Já. Hvað fáum við heilsíu þennan leik? Hver veit, það veit ekki hvort það verður skemmtilegt og jafnt og spennandi. Hver verður á forsíðunni? Hver verður í opnunni?
vindinn? Ja, þess vegna nú bara mætt hérna. Við vitum ekki neitt hvað gerist. Það verður bara spennandi að sjá hvað verður stjarnan. Stefán, ég ætla aðeins að ríða hérna frá fjármálaeftirlitsumræðunni og hérna Hefur það taka viðtalið mig? Já, við þurfum að fá smá sérfræði álit í það. Tvennt sem við nú að vita, var þetta villa þegar Brenton blokkaði Jón? Mér sýndist hann hoppa beint upp í loftið og ég hefði ekki dæmt villu. En dómarinn hefur alltaf rétt fyrir sér. Öðrulega, hvað þurfa Grindvíkingar að gera til að koma tilbaka í þessum leik og hérna, hvernig komum við KR-ingar í veg fyrir það? Já, Grindavík þarf að fara í æfingabúðir í 3 mánuði. Það er það sem við þurfum að gera. Það fyrir ekki séns. Gauðin, var þetta villa þegar Brenton fór upp á móti Jóni í tróðsmunni? Villa á Brenton? Já, hann fór bara sterkur upp. Jón hefur nú sannlega ekki síðan tróða þessu en hann fór bara upp til þess að fá villu. Þannig að það var alveg gjöð. Svona eins og þú hefði gert það? Já. Þú hefði klárað tróðsmunni? Ég hefði klárað tróðsmunni, Fyrir svona 27 árum. Hemmi, ertu búinn að sjá eitthvað að leiknum eða ertu bara búinn að vera að pósa? Ég hef búinn að vera aðalega í pósum, svona aðalega fyrir Grindvíkingana bara. Hvernig líst þér á þetta sem þú ert búinn að sjá? Mjög vel, gríðarleg stemning. Ég er svona aðalega bara að sjá í hverju fólkið er, sko, hverju fólk er að klæða, sko, þess að fylgja svona vetratískunni. Ekki Grindavíkur megin, en ég sé að KR-ingarnir eru flottir. Ánægður með þetta? Já, þetta er rosa flott. Svakaleg vörkmaður. Hey, what's up? How you doing? Which team do you want to see in the cup final? Which team or Grindavík? Well, they're both, I'm going to give you the politically correct answer, I guess. I'm going to give you the, well, we have confidence against both teams, I'll say that, We played against KR, we had them down 14 in the first half. Played against Grindavik 2 weeks ago, we beat them. With that being said, I don't think either team played their best game against us, But either team will be a big match. You play against KR, they can go 10-11 deep, Great players, Jakob, Jon, Jason, Play against Grindavik, they got, Paul Axel, Brenton, and then they got Nick Bradford, And how many prayers do you think you have to say before you dunk in a game? How many prayers? I've been praying all my life. First game here in KR for a long time. We knew you were hoping for a W. Are you positive to get it the next time? Yeah, no question. They're a good team. My first week, just trying to get adapted to my teammates. Congratulations to KR. Good luck in the cup. And Grindavik will be coming for the title at the end of the season. Okay. One more thing. Where were the dunks tonight? What about what? Where were the dunks? What about it? Where were they? Where were my dunks? Yeah. I don't dunk the basketball, man. I usually win. It's the first time KR has beaten the team that I play for. Congratulations, I say. Congratulations. Okay. Þetta var bara svona gríðarlega góð barátta allan leikinn og ég var bara ánægður með hvað menn lögðu sig fram hérna. Við fengum alltaf mikið af villum og lentum í vandræðum.
En við náðum alltaf að svara þegar þeir komu svar. Frábær byrjun hjá okkur. Við bara svona, já, við gerðum bara það sem við ætlum að gera. Við erum búin að fara vel yfir það og við bara gerðum það sem við ætlum að gera. Þannig að það er bara snill. Og dómararnir? Já, þeir bara stóðu á vaktina.